velkomin á viðburðinn antitrans áræður. Ég hérna með góðan panel af fólki og við ætlum aðeins að tala kannski hennan antitrans áræður sem betur fyrir verið ekki náð jafn mikið til Íslands og kannski á öðrum löndum eins og Bretlandi þar sem ég bý að hluta til. En okkur langaði svolítið bara hafa góðan viðburð og tala bara eins svona kannski þessi helstu álitaefni og hvernig það kannski snýra íslensku samfélagi sem að ég veit að mikið jákvæðara heldur en til dæmis í Bretlandi. En kannski aðeins til að koma inn á hvað törfismi eða antitrans áróður, þá það í rauninni bara hugmyndafræði sem að í grunninn að berjast gegn réttindum transfólk, að draga í efa þeirra kynvitund og hver þau eru og hvernig þau tjá sig. Og þetta oft kennt við radikal feminisma en í rauninni ekkert rosa radikal við þessa hugmyndafræði. Hún eiginlega meira það sem maður segir á ensku reactionary, sem eiginlega meira að bregðast við á ofsafenginn hátt við mannréttindabaráttu minnihlutahópa. Og þessi áróður ekkert eitthvað nýtt af nálinni, hefur verið mjög lengi, bara svo lengi sem að transfólk hefur verið að berjast fyrir sínum réttindum og svolítið bara alltaf verið að endurvinna nákvæmlega sama áróðurinn og breyta honum aðeins og aðlaga að tíðaranda og aðstæðum til þess að reyna að koma honum á framfæri. Og við kannski sem að þekkjum sögu svona anti-hinsegin áróðurs almennt, þekkjum allar þessar kreðsir sem að þau eru að fara í. Þetta alltaf einhvern veginn sömu hugmyndirnar, það alltaf verið að draga í efa, draga í efa og vera að reyna að ala einhvers konar ótta að það sé eitthvað til þess að eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af. Og oft þetta sett fram sem eitthvað svona áhyggjur af öryggi, áhyggjur af því að einhver geti misnotað einhvers konar lög eða aðgengi sem að transfólk hefur fengið og það kannski tengist það sérstaklega mikið kynjuðum rýmum og transkonur verða rosa mikið fyrir barðinu á þessum áróðri, þó svo að þessi áróður nái reyndar alveg til alls transfólks, hvort sem að það eru kynsegin fólk eða transkarlar. En transkonur og kannski kvenlegra transfólk verður meira fyrir barðinu á þessu og sem að við náttúrulega bara vitum út af því að við lifum í mjög fjandsamlegu samfélagi yfir höfuð, þannig að öll sem eru lesin sem konur og einhvern veginn verða fyrir ákveðnum sexisma í samfélaginu og það ekkert öðruvísi fyrir transfólk. En kannski þessi álitamál sem kom oft upp eru einmitt tengt þessum kynjurýmum sem eru þá til dæmis kvennaathvörf, fangelsi, mikið íþróttir núna sérstaklega. Það var fyrsta transmanneskjan að keppa á Ólympíuleikum núna þetta árið. Eru reyndar held í 2 eða 3 jafnvel sem að keppa. Það ein sem hefur fengið mest athygli sem transkona sem var í kraftliftingum og hún hefur fengið rosa mikla neikvæða athygli í fjölmiðlum fyrir það, en hún var að keppa núna og datt svo bara úr leik daginn og komst ekkert eitthvað lengra á Ólympíuleikunum og sem var mjög fyndið að það var búið að vera að vekja alls konar átt og hún myndi bara rústa öllum kvennaíþróttum og það myndi bara allt vera ónýtt og hún myndi bara rústa öllum konum með karlmannsvöðunum sínum og eitthvað svakalegt, en hún náttúrulega komst ekki einu sinni nálægt til að komast á pall. En þetta var samt mjög sögulegt augnablik og hún var einhvern veginn ekkert að bregðast við þessu neikvæða og sagði bara að hún væri mjög ánægð að geta keppt og hún var alltaf fyrsta transmanneskjan sem fekk einhver svona athygli á Ólympíuleikunum, þannig að það er alltaf bara ákveðin árangur og áfangi fyrir transfólk og fleira transfólk mun alltaf bara að fara að keppa í íþróttum og hafa verið að keppa alls konar íþróttum í bara meira en 50 ára eitthvað, þannig að það ekkert eitthvað nýtt af nálinni þótt að það sé koma núna mikið í fjölmiðlum eitthvað rosalega mikið, en þetta eru kannski svona helstu staðirnir þar sem áróður kemur upp og þá oft verið að tala um það að ef að transkonur fái aðgengi að kvennarýmum þá getur hver sem þóst vera kona og fengi aðgengi og farið þá að misnota konur í þessum rýmum, en eins og við kannski vitum öll þá þurfa karlmenn í mestu leyti sem að misnota konur ekkert að þykjast vera konur til að misnota þær. Karlar gera það bara alls staðar alltaf alla daga, þannig að þeir þurfa ekkert að þykjast vera konur. En þessi áróður samt hefur einhvern veginn náð svona ákveðnu fótfestu þó það sé rosa lítið einhvers konar
þá sé rosa lítið sem segir til að þetta sé alvörinu vandamál. Það er fullt af löndum sem eru með mjög góð lög aðgengi og transfólk hefur gott aðgengi og það hefur ekki skapað nein vandamál. Meðal annars á Íslandi. Þegar lög kynrænt sjálfræði voru samþykkt þá voru ákveðin lögfest en það voru líka lögfest 2012 sem að gaf transfólki aðgengi að öllum rýmum í samræmi við kynvitund og það hefur ekki orðið til neinna vandamála í íslensku samfélagi að eitthvað svona sé að koma upp. Þannig að oft þessi áræður raunin bara að vera alveg ótta og byggir á einhvers konar vanþekkingu og fólk þekkir ekki til transfólks eða þeirra lífs eða hver þau eru. Þannig að oft þetta svolítið bara þessi vanþekking. Og en á Íslandi erum við kannski að mörgu leyti heppin að við erum tiltölulega fá og þá auðveldara að ná til fólks eða auðveldara að berjast gegn þessum fordómum og það eru líka bara fleiri sem þekkja bara einhvern sem trans. Það ótrúlega mikið hvað það getur gert fyrir fólk bara til að fatta hlutina. Þannig að við erum kannski aðeins heppnar á Íslandi eins og til dæmis í Bretlandi sem ég bý að hluta til. Þar alveg 66 milljónir manns og það miklu erfiðar að berjast gegn einhverjum svona áræði og fjölmiðlar þar eru líka rosa erfiðir. Þau gera svolítið í því að ýfa upp einhvers konar rifrildi í fjölmiðlum og fleira. Þannig að það er rosa erfitt stundum að berjast gegn því. En á Íslandi erum við, þó svo á Íslandi séum við alls ekki komin á þann stað að allt sé fullkomið og æðislegt og frábært. En við erum samt sem áður framar en Bretland allavega í þessum málum. En ég með frábæran panel í dag og ætla kannski að fá þau bara til að kynna sig. Ég reyndi að gleymd að kynna sjálfa mig. Ég heiti Ugla Stefanía Kristínardóttir Jónsdóttir og formaður Trans Íslands. En ég ætla að fá bara panelin til að kynna sig sjálf svo ég sé ekki að segja einhverju vilsu. Ragnhildur. Ég held. Já, ok. Þannig ég bara kannski bara aðeins sleppa þessu mikrofón. Ragnhildur Skúladóttir heiti ég og kem frá Íþrótta- og Ólympíusambandinu. Ég er sviðsstjóri þar á þróunar- og fræðslusviði. Ég heiti Þorbjörg Þorvaldsdóttir, ég nota fornafni hún. Ég er formaður Samtakan 78. Og ég heiti Sigþrúður Guðmundsdóttir og ég framkvæmdastýra Samtakan Kvennaathvarf. Já, ég heiti Páll Winkel og ég er forstjóri Fangelsismálastofnunar. Takk. Já, ég ákvað að safna bara góðu fólki í smá panel til að ræða kannski bara svona þessi málefni. Við höfum öll talað og átti góðu samstarfi varðandi ýmislegt. Þannig að mér langaði kannski bara svona að heyra örlítið frá ykkur hvernig þið hafi verið að taka á þessum málum hjá ykkur og hvernig þetta svona snýra ykkur. Því ég veit að þið hafi verið að gera ýmislegt. Við kannski bara byrjum hjá þér, Ragnhildur. Já, við svo ég segi ykkur aðeins söguna varðandi aðkoma okkar að trans og þá fengum við tillögu samþykkta á Íþróttaþingi sem er svona æðsta valdið okkar að við ættum að vinna að málefnum trans og það var vegna þess að nokkur sérsambönd höfðu fengið börn til sín og þau vissi ekki hvernig þau sem voru trans og þau vissi ekki hvernig þau ættu að koma fram með þau. Þannig að við lögðumst í smá vinnu og við fengum með okkur frábært fólk bæði frá Trans Ísland, transvinum, samtökunum til þess að hjálpa okkur að útbúa bækling. Bæklingurinn ég tók með mér eitt eintak. Hann heitir Trans börn og íþróttir og börn af því að við höfðum í rauninni ekki möguleika á að fara upp fyrir kynþroska vegna reglugerðar sem að Alþjóða Ólympíunefndin er með sem að gildur það sem við erum ennþá með þessa kynjuðu staðla hormón og það var gefið út 2015. Ég get sagt ykkur að lyftingakona sem að Ugla var að tala áðan, hún hefur náttúrulega hreyft við umhverfinu öllu og Alþjóða Ólympíuhreyfingin var að gefa það út núna á að fara að endurskoða þessa reglugerð af því að hún er í rauninni úrelt. Það er náttúrulega ýmislegt sem hefur komið í ljós varðandi hormónin, það hefur verið að tala náttúrulega bara fyrst og fremst testosterón. Magn testosteróns í blóði má ekki vera meira heldur en 10 nanomól á lítir en þetta er svolítið tæknilegt en til þess að fá að keppa og nú þið búin að finna út að það er ekki alveg rétt. Það er ekki
það er ekki rétt að miða við það. Þannig að, en það er samt alveg, eins og Ugla er að segja, þetta er svona flugmóðskip sem þarf að reyna að snúa og þetta tekur allt tíma, en það er algjörlega búið að ýta við og svo er vísindamenn heldur ekki sammála, þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá hvað kemur upp úr þessu og hvað Alþjóða Ólympíuhreyfingin gerir. Því að við, sem sagt, Íþrótta Ólympíusambandi og okkar greinar, alla greinandi sem heyra þar undir, öll sérsamböndin, þau búa til keppnisreglur eftir alþjóðasamböndunum sínum og alþjóðasamböndin þau heyra undir IOC, þannig að það er ekki hægt að fara eitthvað á skjön. Varðandi börnin hefur hvert land fyrir sig sjálfsákvörðunarrétt og þess vegna gátum við gert þetta svona. Og ég get sagt ykkur það líka að þegar við fórum á stað með bankingin þá hafði ég samband við kollega mína í Skandinavíu og það voru eiginlega allir á sama stað og við. Það voru allir að byrja og þannig að við urðum svolítið að tala okkur saman það hvernig við ætlum að gera þetta og þannig að trans þetta er á rosalega mikilli siglingu allstaðar og bara svona til að loka þessu þá íþróttahreyfingin horfir alltaf á að hún á að vera fyrir alla og svo þurfum við bara að finna út úr því með alþjóðahreyfingunni hvernig það fer allt saman. Þannig ég held ég stoppi bara hér. Já, Svanberg. Já, við höfum náttúrulega svona ýmsa aðkomu að transmálefnum sem svona stóra hinsegin hreyfingin á Íslandi. Það sem við höfum svolítið verið að glíma við eða sjá eru einhverjar svona tilraunir til þess að sundra hinsegin samfélaginu og hinsegin samstöðu sem eitthvað sem við höfum bara tekið mjög harða afstöðu gegn af því að við vitum það að við erum langsterkust saman og að það ekki leið og einn hópur tekin út fyrir að þá erum við öll fallvöld. En mér finnst áhugavert það sem þú ert að segja með íþróttirnar og mér finnst það svo mikilvægt af því að við erum alltaf að díla við þessa umræðu og hún fer alltaf beint í þetta elítisport. Þú veist, þegar það verið að ræða íþróttir, það fer beint í elítisportið, það fer beint í eitthvað svona meinta ósangirni þar. En þessi orðræða hefur auðvitað mikil áhrif á þá krakka sem eru að stunda íþróttir, sem að hafa áhuga á að stunda íþróttir og eru mögulega trans. Og leið þú ferð að heyrir þessa umræðu í samfélaginu og þú veist að þú ert trans og þú ert kannski að æfa einhverja íþrótt, hvað skilboð þetta að senda? Þannig að mér langaði kannski bara að nýta tækifærið og ég vona að eitthvað fólk hérna sé að horfa sem og hér inni sem að geta einhvern veginn tekið þetta kannski til sín. Við þurfum að gæta orð okkar í tengslum við þetta allt saman vegna þess að þessir krakkarnir eru alltaf að hlusta. Þau taka allt inn og þetta fer allt beint inn í undirmeðvitundina og verður að inngrónum fordómum sem maður svo allt lífið að losa sig við. En já, og við erum einmitt alltaf að spá, bara hvernig komum við í veg fyrir það að þessi orðræða, þessi anti-trans orðræða ná einhverju fótfestu og það sem okkur hefur verið sagt að sé svona best practice í einhverjum skilningi að koma fram með jákvæðar upplýsingar transfólk. Það fræðslan sem við auðvitað sinnum í samtökunum 78 og það hefur alveg rosalega mikið að segja og fyrirmyndir eins og Ugla Stefanía og fleira fólk skipta alveg ótrúlega miklu máli. Leið og við erum komin með manneskjur og andlit einhvern veginn til þess að tengja við þessa baráttu þá svo erfitt að nota stereotypunar til þess að eða ala á eitthvað svona ótta, það enginn hræddur við Uglu eða kannski einhver ég veit ekki en já á ég ekki að segja það bara gott, ég get talað endalaust en við kannski ég fæ að tala aftur seinna. Já, takk. Ég alveg pínlítið hrædd við uglur reyndar, en ég svona bara minnilítið hópur. Ég ætla að byrja á að þakka fyrir að fá að vera hérna. Ég reyndar búin að vera næstu í 100 ár í Kvennaathvarfinu og ég alltaf í pallborðið með nákvæmlega sama fólkinu, ég veit alveg hvað öll ætla að segja, en nú bara nýtt fólk og þessi kall með þessi, þannig að þetta ótrúlega ævintýra dagur fyrir mig.
kvennaatkvarðið er eins og þið vitið, það er væntanlega, það er neyðaratkvarð fyrir konur og þeirra börn sem ekki geta búið heima hjá sér vegna ofbeldis og við erum, og þetta eru sem sagt sú hugmynd að verða svolítið það hefur hrist upp í heimsmyndin okkar að atkvarðið var stofnað eða þessi samtök fyrir næstu 40 árum síðan og þá var þetta allt svo einfalt kallar konur og ekkert svona maus en síðan hefur heimurinn orðið svo miklu betra og skemmtilegri og við höfum, auðvitað erum bara ennþá atkvarð fyrir konur og þeirra börn sem eru að flýja ofbeldi og transkonur auðvitað þar á meðal en ég man svo langt eftir aftur í tíman að ég man alveg í fyrsta skipti sem það kom transkona í kvennaatkvarðið og ég man að það er ógeðslega freistandi að einhvern veginn láta hljóma eins og að það hefði bara verið svona whoops, ekkert mál fyrir okkur og við höfum bara verið algjörlega með þetta allt á hreinu og ég var alvöru pínlítið að hugsa að gefa það einskinn en það var alveg bara svona fyrsta lagi sem sagt aðstoðar aðili þessara konu sem hringdi í okkur og sagði okkur og fannst ástæði til að nefna að konan væri trans fannst það á þeim tíma ástæði til þess að setja spurningamerki við það hvort hún væri velkomin til okkar sem hún vissulega var og við þurftum alveg að svona takast á við alls konar spurningar hvað nú, hvað getum við gert og hvernig og svo kom nú einhver meistarinn upp með það að kannski væri bara sniðugt að spyrja konuna að því og hún gaf okkur nú svörin við því hvernig við ættum að bregðast við alls konar hlutum og núna er þetta bara eðlilegasti hlutur í heimi að transkonur komi og dvelji hjá okkur og það er gott að finna hvað þó að séu vissulega heilmörg ár síðan fyrsta konan transkonan kom að það er ótrúlega gott að finna að það er bara vandræðagangurinn, við höfum hrist hann af okkur að einhverju leyti allavega, örugglega erum við samstundum eitthvað vandræðalegar eða eitthvað hallarslegar, lítur að vera. Við höfum svo sem heyrt umræðuna þessa stóra hættu sem að steðjar að kvennaatkvarðinu varðandi það að kallar komi og þykist vera konur til þess að setjast þar að. Það hefur ekki farið hátt en ég mani sérstaklega eftir umræðu fyrirverandi forsetaframbjóðanda, mér finnst ástæða að nefna það hann hafði ekki erindi sem erfiði í sínu forsetaframbóði sem hafði ástæðu til að hafa áhyggjur af því að kvennaatkvarðið myndi fyllast af afgönskum skeggjuðum karlmönnum. Nú veit ég ekki hvort hann eina rannsóknir benda til þess að afganskir karlmenn séu líklegri til að nýta sér þetta mér var svona komist að þess skildi akkurat vera og það skildi vera hægt að opinbera svona marga fordóma í einu og það var svolítið snjallt en ég átti þetta svona og ég heyrði alveg í fólki kringum mig sem velti upp þessu en hvað ef það koma karlar og ég spyr móti og hvað ef það koma karlar í kvennaatkvarðið ef það kemur eiginmaður konu sem er þar vegna hans þá augljóslega gengur það ekki upp en möguleikin að báðir aðilar í ofbeldissambandi eigi erindi inn í kvennaatkvarðið hefur alltaf verið til staðar, hvort sem það er kona í samkynhneigðu sambandi eða kona sem er að flýja móður eða tengdamóður og dóttur eitthvað slíkt, sá möguleiki hefur alltaf verið til staðar. Þannig að mér fannst alltaf að þessar áhyggjur rynnu fljótt af fólki en svo einmitt bara var svona notalegt að sjá það að fólk hefur spurningar en ef það þorir að spyrja þá kannski oftast fær það bara svör sem að svona vaskar, svona skólar af því þessum áhyggjum en ég þakkaði fólki voðalega vel fyrir en sagði daginn sem að þetta verður mitt stóra áhugjefni atkvarðið fyllist að karlmönnum afgömskum eða annarra þjóðar, það verður góður dagur því þá er búið að jarða ótrúlega margar áhyggjur sem að plaga mig í dag. Ég að læta það með staðan. Já, takk fyrir þetta. Páll. Já, takk. Takk fyrir að bjóða mér og ég ætla nú að upplýsa það að ég var hræddur við Uglu og það var einmitt í aðdraganda þessara lagasetningar þarna árið það sem að og vakti mig töluvert til umhugsunar að þau boðuðu mig til og okkur frá Fangelsismálastofnun til fundar samtökin 78 og Trans Ísland og ég fann það í upphafi fundar í byrjun fundar að svona þau voru býsna árásargjörn og ákveðin og ég sem er merkilegt þau verið að þú búast við mótspyrnu hérna og það vakti mig til umhugsunar það á hvað stað er samfélagi þegar að fólk sem er að berjast fyrir sjálfsögðum réttindum aðila samfélagsins þurfa að berjast við þær stofnanir sem eru að þjónusta almenning. Í mínum huga er okkar verkefni sem að stýrum stofnunum og rekum stofnanir á Íslandi okkar verkefni er að þjónusta almenning.
almenningur breytist, samfélögin þróast, þekkingu vindur fram og mannréttindi verða sjálfsagðir eftir því sem að þekkingu vindur fram. Og hérna í mínum huga það bara mjög skýrt hlutverk allra ríkisstofnana og annarra stofnana svo sem að við hefum bara þjónusta almenning og laga okkur að breyttum högum í samfélaginu. Ég hefur verið spurður reglulega því hvort þetta sé ekki ægilegt vandamál hjá okkur. Þetta nákvæmlega ekkert vandamál. Ef stofnunin byggð og þróuð í samræmi við áherslur okkar sem að hérna vitum hvernig þetta gengur fyrir sig, meðal annars með að byggja fangelsi þar hægt að skilja milli hópa sem nauðsynlegt. Við erum alltaf að skilja milli hópa og sínu tíma þurftum að skilja milli karla og kvenna, útlendinga og íslendinga, það eru gerendur og þolendur saman, það eru gengi, Hells Angels, Bandidos, Litáin, Pólland, Ísland og svona. Þetta eru endalausir möguleikar þar sem við þurfum að skilja að hópa. Við getum það núna með nýju fangelsi og við getum tekið við endalausum kynjum eða fólki sem ekki skilgreinir sig með tiltekið kyn. Þetta bara ekki vandamál. Og hérna þannig að þetta komið svolítið óvart sko, að þetta sé attitúti, að þetta þurfi virkilega að vera svona. En segir mér kannski að þurfi einhverjir að velta kannski fyrir sér kannski sína afstöðu til þeirra vinnu sem voru að vinna fyrir opinbera sko. En allavega get ég sagt að við höfum ekki langt í vandræðum og ég sé bara ekki fram á þetta verið meira vandamáli en nokkuð annað sko. Ég greina ekki fyrir að endurskoða hvernig ég kem fram það. Ég skal lofa að ég ekki hættuleg. En já, við höfum átt í transíslunum samtökunum, það átt í mjög góðu samstarfsmenn við Fangelsismálastofnun og Kvennathverfið og íþróttahreyfinguna. Þannig að við höfum orðið í rauninni kom okkur á óvart hvað allir voru rosa jákvæð og það kannski sýnir bara á hvaða stað við vorum. Að hafa einhvers svona áhyggjur og þetta gæti orðið einhvers konar bardagi eða eitthvað sem við þurftum að berjast svo mikið fyrir. Og já, það var líka bara vegna þess að við vorum frá baku tjöldin var andstæð, þú veist, við vorum að reyna að koma þessum lögum í gegn. Já. Og það var andstæða og það var verið að nota eins og umsögnina ykkar, sko, þú veist, það sem við vorum að spyrja spurninga sem að voru innlægar, þú veist, það var verið að nota þetta til þess að reyna að stoppa þetta frumvarp af. En já, það voru svona ýmsar í umsagnarferlinu þegar þetta var í gangi og komu góðar umsagnir bara alls konar spurningar og eitthvað sem þurfti að ræða, en það var oft notað af svona anti-hópum og sérstaklega einum þingflokk sem við vitum öll hver og það var notað svo mikið í þessari umræðu og það voru líka einhverjar spurningar varðandi íþróttir í því líka sko. En mér fannst bara gott hvað við gátum átt bara mjög góðar og uppbyggilegar samræður þetta bara við stofnandina beint og það var ótrúlega mikilvægt að sjá og ég kannski eins og í Bretlandi sem ég býja hlut til, þar þetta miklu verra og þar umræðan miklu erfiðari og þar alltaf tekin fyrir einhver svona öfgadæmi þar sem einhver transmanniski hefur gert eitthvað slæmt og það notast til að alhafa bara yfir allt transfólk og berjast gegn að transfólk fá að gera þetta eða hitt og það oft svo erfitt að berjast gegn einhverju svoleiðis en á Íslandi erum við kannski bara það heppin að við erum með miklu minna samfélagi, það auðveldara að eiga samskipti á milli þjónustuaðila og stofnana og fleira, þannig að við erum heppina að því leyti og höfum bara upplegað mikið góðvilja frá öllum og eins og bara með íþróttirnar, það eru bara ákveðnar reglur sem eru í gildi hjá Alþjóða Ólympíusambandinu og við verðum svolítið bara að fylgja þeim og með þeirra rannsóknum og fleira, það hafa allir alls konar skoðanir á alls konar hlutum en skoðanir fólks ekki að vera að trompa rannsóknir og reynslu og fleira sem stofnanir eru með, þannig að við þurfum bara að láta okkur að leiða okkur áfram þessum rannsóknum. Með íþróttum eru fleiri rannsóknir í gangi núna og eins og að segja þá verið að endurskoða þessar reglur að það ekki alveg viss hvort að 10 stigin hann að séu bara með jafnvel vera hærra eða hvernig sem það þannig að það verið að endurskoða ýmislegt, þannig að við þurfum bara svolítið að leyfa því að gera og sjá hvað gerist og fylgja því bara. Það má kannski líka bæta við að þó að séu að tala þetta testosterone level, þá ekkert allar íþróttagreinar þar sem þetta skiptir máli. Og maður getur tekið dæmi bara eins og bogfinni. Það skiptir ekki máli hvort þú ert með estrogen eða testosterone, þú veist, í hærra leveli í blóðinu. Það þar annað sem skiptir máli. Þannig að það er ekkert endilega víst að testosteronmagn verði endilega nota til viðmiðunar þegar þessi nýja reglugerð kemur út, en miðað við allt sem ég var aðeins að skoða núna eftir þessa ólympíuleika, því að þó þessi ekki búnir, að það ýmislegt sem hefur gerst,
að þá lofa því að þetta verði komið út bara eftir 2 mánuði. Þannig að þeir eru virkilega að leggja sitt að mörkum til þess að þetta verði tilbúið sem fyrst. Þannig að ég held að það sé mjög jákvæmt. En af því að þú varst að tala að það ekki allir elít eða afreks, það alveg, þú veist, líka rétt og þó við höfum bara talað 12 ára, þá höfum við alveg fengist fyrirspurnir frá íþróttafélögum sem eru með unglinga og það í rauninni bara undir íþróttagreininni komið, eða þú veist, það ekkert sem bannar 15 ára transstelpu eða strák að keppa í einhverju grein. Það þarf örugglega að spyrja og sums það kannski ekki. Þannig að það alveg opið. Líka bara svo mikilvægt út af þessari mjög ljótu þróun sem að gerast í Bandaríkjunum sérstaklega þar sem að verið að banna krökkum alveg svona spesifíst verið að banna börnum að stunda íþróttir með eigin kyni og með einhverjum mjög skrýtnum ákvæðum það að það megi framkvæma einhvers konar skoðanir og kynfæraskoðanir, ég veit ekki hvað og hvað þetta er bara ógeð. Þannig að það frábært að heyra. En eins og við töluðum íþróttir snúast náttúrulega svo mikið bara þetta félagslíf og hafa aðgengi að einhverju til að stunda einhvers konar íþróttir. Þetta er ekki bara það að fara að keppa á Ólympíuleikunum, það er svo mikið batteri í kringum þetta og svo mikið samfélag og transúlingar og transfólk fólk sem útskoðið úr samfélaginu að mörgu leyti. Þannig að þau geti ekki haft aðgengi að lýðheilsu og íþróttum og eitthvað bara alvarlegt vandamál. Þannig að það þarf að sjá til þess að þau geti stunda þetta eins og annað fólk svo að þau útskrifst ekki því að við vitum bara rannsóknir sína andleg heilsa og neysla og alls konar miklu hærra hjá þessum hópum af því þau upplifa sig útskúfuð úr samfélaginu. Þannig að það bara mjög mikilvægt að við séum að hugsa heildarmyndina og ekki bara eitthvað hvað einhver kraftmikil kona segir að gera Ólympíuleikunum. Það ekkert reynsla langt flestra í samfélaginu. Og áhrif hreyfingar á andlega heilsu náttúrulega eru gigantísk. Og þannig að þetta rosa mikilvægt að þetta sé gert. Og eins og með að segja með kvennaatkvæði, þetta oft það allt í lagi að fólk sé að spyrja spurningu og það einhvern svona samræður en það oft svo auðvelt einhvern veginn að slá á sér áhyggjur því þær oft byggðar bara á einhverju vanþekkingu eða einhverjum ótta sem á rosa litla stoð einhvern veginn í raunveruleikanum og hvernig kannski kvennaatkvæði virka líka. Fólk heldur bara hver sem getur bara labbað inn í kvennaatkvæði, það ekkert þannig. Þú getur ekkert fengið heimilisfengi á kvennaatkvæði nema að hringja á ákveðinn stað og þá viðtal. Þetta ákveðnir ferlar sem í gangi, þannig að enginn bara að fara að labba eitthvað inn eða keppi einhverju íþrótt eða fara í fangelsi á þess að sé einhvers konar ferlar í gangi. Þannig að þetta oft svona einfaldað í einhvern ótta. Eitthvað meira sem einhver langar að koma fram fyrir áður en við kannski förum í spurningar í sal? Einhver svona meiri pælingar. Ég man sérstaklega þegar við fórum á fundinu með Fangelsismálastofnunina, það var einhvern veginn svo einfalt, eða við vorum bara, tökum náttúrulega bara á málum bara eins og hjá öðrum konum og þá var það bara, auðvitað. Það bara þannig, þetta ekkert eitthvað flóknara en það. Þannig að þetta einhvern veginn, bara einfalda þetta aðeins, eða fólk miklar þetta alltaf svo mikið fyrir sér einhvern veginn. Hyggulega. Já. Eru kannski einhverjar spurningar bara úr sal? Herdís verður hérna með mic til að gefa ykkur. Góðan daginn, ég heiti Saga og nota persónufornafni hún. Ég svona dálítið hugsi yfir þessu. Það var hérna í gær verið að fjalla að eldast hinsegin og það var íslensku fræðimaður í Danmörku. Hann sagði sögu frá því að það hefði gerst á götu í Kaupmannahöfn að manneskja sem var fórnarlömb sem var svona kvenleg eða var annarkvort trans eða klæðskiptingur og var að ganga eftir götu og það var einhver sem fannst hún vera full karlmannleg af því hún var annarkvort klæðskiptingur eða trans eða hvernig það var. Nema það að þessi einstaklingur hann tekur hamar og
og gengur í skrokk á fórnarlambanum að bara af þeirri einföldu ástæðu og hún fannst hann vera karlmannleg og þetta fórnarlamb sem sagt hlaut mjög alvarlegan eða varanlegan heilaskaða að þessar árás og þetta gerist á 2012, ég veit ekki hvort þið munið eftir þessu, ég til mig nú munið eftir þessu, þetta var svo voðeflegt atvik. Ég tengi þetta við dálítið sem ég hef lært meðal hans í kynjafræðinu, sem ég veit að þú hefur lært kynjafræði líka, Ugla, sem orðið svona, það orð sem kallað á íslensku svona afmennskun, eða svona dehumanizing. Og ég veit ekki hvort að það skýri þetta að fólk sem í ferli það upplifi eða það sem sagt þarf að ganga í gegnum afmennskun. Ég ekki beinleiðis með, ég veit ekki hvort ég get komið sín hennar spurningum. Mér sýnist Þorberg vilja eitthvað bregðast við. Þakka þér fyrir. Já, ég ætlaði bara að þetta með afmennskunina bara einmitt svona það bara nákvæmlega það sem það afmennskunni í raun og veru forsenda fyrir ofbeldi hún það í öllum tilvikum hjá öllum jaðarsettur hópum og það sem að til dæmis hatursorðræða gerir að stuðla að aukinni afmennskun ákveðinna hópa. Þannig að þú ert bara hittir naglann á höfuðið og við sjáum það til dæmis eins og í Pólandi þar hafa verið að gera rannsóknir á því hversu fólk beðið hreinlega að meta hversu mikil manneskja einhver hinsegin á einhverjum svona skala og þetta hefur marktækt minnkað í þeirri herferð sem stjórnvöld eru í þar. Þannig að svona áróður og sérstaklega þessi anti-trans áróður hann hefur þessi áhrif. Og það sem að gerist eins og í Bretlandi að þar hafa hatursglæpir gegn transfólki aukist gífurlega og ekki bara gegn transfólki, heldur líka hinsegin fólki bara af erlendum uppruna, hælisleitendum flóttafólki, bara you name it. Þannig að, já, 100%. Já, og það einmitt eins og við vorum að segja þessum leið að fólk getur aftengt þessum manneskjur og þekkir engan og veit ekki þá svo auðvelt að einmitt bara beita þessum fordómum og þessu ofbeldi því að fólk sér fólk ekki sem manneskjur í rauninni. Þegar þú ert búin að ná að smætta fólk niður í hugmyndafræði eða eitthvað annað, þú ert búin að búa eitthvað annað til, hættur að tengja. Einhverjar fleiri spurningar á sal? Já, hérna fremst. Góðan daginn. Mér langaði að þakka fyrir þessa umræður. Ég reyndar vissi ekki að það myndi vera svona íþróttatengt, en ég að spyrja, eða velta fyrir mér það sem að mér finnst mest áberandi í nútíma samfélagi gagnvart transfólki að nota orðið sem að blótsyrði að mínum mati, sem orðið passing. Hvernig getum við strokað þetta út? Nei, svona í alvörunni, þetta hrikalegt. Og þú veist, já. Og þú veist, hvað hægt að gera við þessu? Já, ég skal, fyrir þau sem kannski ekki vita hvað passing þá það í rauninni þessi hugmyndum að transfólk líti út eins og cis-fólk, getur ekki séð að þau séu trans. Og það það sem að kallast að passing, að það verið stefnt á ensku íslensku að sleppa. Það einhver svona íslensku tilraun til þess að ná yfir þetta, en þetta snýst það þegar að taka, þú veist, að það sé það sem að transfólk eiga að ná, það árangur sem þau eiga að ná, að líta þannig út að þú getur ekki séð þessu trans. Og þetta skapar núning bæði innan transsamfélagsins og utan, þar sem að transfólk sem kannski meira sýnilega trans og fellur ekki inn í þessar staðalímyndir, það verður fyrir miklu meira áreiti og fordómum í samfélaginu vegna þess að fólk sér að þau eru trans eða álíta að þau séu trans. Og þetta veldur jafnvel að fólk sem ekki trans, en fólk sem heldur að þau séu trans verða líka fyrir þessu áreiti.
og þetta sýnir sig kannski til dæmis í aðgengi á klósettum þar sem kannski mjög karlmannlega konur eru að lenda í því að það er verið að banna þeim að fara á kvennaklósett af því þær eru karlmenn og mikið að kannski að hinsegin konum, lesbíum og tvíkynja konum sem eru kannski meira karlmannlegir eru að lenda leikið þessum fordómum þá séu ekki trans og þetta skapar bara svona samfélag þar sem að við erum að einhvern veginn nota allt þessa stereotypur að karlar séu svona, konur séu svona og þú fellur ekki inn í þessa hugmynd þá ert ekki nógu mikill karllega kona og fara ekki að vera með og þetta er einmitt mjög eitruð hugmyndafræði en það er mikið af transfólki sem að gerir þetta samt vegna þess að þau upplifa meira öryggi af því þau eru ekki sýnilega trans þannig að transfólki líka ganga kannski einhver skref og tjá sig á einhvern ákveðinn hátt sem að þeim kannski finnst ekkert endilega 100% þægilegt bara til að vera öruggar í samfélaginu og það er rosa slæmur stað það er ekki bara transfólk heldur bara allt fólk getur ekki tjáð sína kynvitund eða klætt sig eins og það vill af því að það fellur út fyrir þessa kassa þannig að þetta er bara stereotypur verið að endurnýta þær á transfólkum mörg leyti en ég veit ekki alveg hvernig við getum útrýmt í en þetta er bara þessi áframhaldandi barátta að við getum öll fengið að tjá okkur og vera við sama hvað það þýðir og sama hvernig það lítur út. Má ég bæta við? Já. Og kannski einmitt að við reynum að koma því inn hjá fólki að gera ekki alltaf ráð fyrir kyni fólks eða að maður sé ekki alltaf að kynja fólk bara út frá því bara þú horfir á okkur og bara já, ok, kallakassi, kvennakassi, æskili að því að auðvitað er þetta bara miklu flóknar en svo en þetta bara það er bara átak að því að en alveg klárlega þess virði að fara í og normalisera það að spyrja fólk fornöfn, að normalisera það að kynna sig með fornöfnum til dæmis ég held að það geti strax haft alveg helling að segja og það er skjóta aðeins inn í þetta bara ég sé að tala mikil í fáfræði þá held ég að þetta sé að breyta stöðugt meðal yngsta fólksins ég með 3 börnaheimili sem eru 12, 17 og 19 ára og það drengurinn kemur heim einn daginn og segir að bekkjarfélagann sé sem var strákur sé núna stelpa og ég svona, já, nú, hvað finnst þér það? Hann húðskammaði mig fyrir bara að spurja og stelpurnar, dæturnar sömuleiðis, sko, þannig að þetta það er svo eins sjálfsagt bara eins og það getur verið, þannig að ég held að þetta sé að breytast mjög mikið með upplýsingu eins og hér er í gangi og það sé að skila sig til yngra fólksins töluvert og ég fyrir utan það að ég tel mig finna mun á afstöðu yngra fólks meðal annars innan löggæslu versus eldra. Þetta kemur líka svo oft í þessari umræðum, sko, íþróttir og fangilsi og kvennaatkvæði eitthvað svona, það er einhver mynd af einhverjum svona rosalega karlmannlegri manneskju kjól og þau eru bara eitthvað vilt að þessi manneskju komi í þetta að keppa á móti konum í íþróttum eitthvað. Alltaf er að posta myndum að til dæmis Laurel sem var að keppa á Ólympíuleikunum núna, hvað hann var í karlmannleg, en þegar hún var borin saman við konundar í sínum þyngdarflokk sem voru að keppa, lítið það bara eiginlega nákvæmlega eins út. Þannig að það er einhvern veginn svona, gerður einhver svona þvílík hræðsla varðandi þetta, kom einhverjur gaurir í kjólinn í kvennaatkvæðið og eitthvað, þetta er bara ekki raunveruleikinn, það er einhvern veginn bara að vera að skrýmslaða fólk með þessu líka. Já. Ég er með aðra spurningu sem er actually íþrótta- og fangelsistengd. Það er sem sagt, hvernig takið þið því að sem sagt, það er rosa mikill transmedikalismi í samfélaginu sem að er það að sem sagt, ég veit ekki hvort ég veit það er sem sagt að þú verður að líta ákveðið út eða vera búin að gera ákveðið til að vera álitinn ákveðið kyn, skiljum sem að, já, nú spyr ég, ef þú ert að fara til dæmis í Ólympíuleikana, ef þú ert að fara í fangelsi, hvernig dílið við það að fólk sem er trans og ákveður ekki að fara í aðgerðir, því það er ekki nauðsyn, hvernig myndu þið taka á því? Er einhverja pælingar í því og þess aftar? Og ég glemdi að fornafnum mitt er hún. Ef ég á að svara fyrst, sko þetta er í rauninni, leið og við sendum einhverju Ólympíuleika, þá er það svolítið úr okkar höndum hverja reglurnar eru. Og þá þarf viðkomandi að vera, þú veist, ef við annarkvort með kynhormónin, þú veist eins og ég var að segja áðan, þá eru bara ákveðnar reglur þar og þá fellur viðkomandi inn í þá kategóríu.
Þannig að við höfum ekki valdi þarna. Af því að við þurfum að fara eftir lyfjalögum, alþjóðlegum lyfjalögum gegnum stofnun sem að sér íþróttastofnun og þar bara getur verið sendur í próf. Þannig að þetta í rauninni svolítið úr höndum okkar og ég meina allra annara þjóða líka. Já, ég held að samkvæmt þessum alþjóðlega olimpíuleikunum þá ekki gerð krafa aðgerð. Nei, þá má fólk, bara það í rauninni bara þessi hormónar sem eru að gera kröfur í íþróttum. Svo hægt að taka dæmi það er ein hún skilgreinir sig trans, hún lítur út eins og karlmaður, þannig að hún lítur á sig sem karlmann, en hún ennþá kona og hún í kanadíska landsliðinu í knattspyrnu kvenna og að fara að keppa til úrslita. Er transkall en nei. Við komum til kynsegin. Jú. Ég held að þetta heiti Quill og sé kynsegin manneskja. En hún opinber. Liðinu. Þannig að þið fyrirgefið, ég ekki alltaf alveg með lingóð á hreinu en þetta held ég svaraði þetta ekki spurningunni. Ég held að hann sé með fyrsta transmanneskja sem minna medalíu á olimpíuleikum af því að liðið þeirra vann silfur held ég. Nei, það eftir að spila úrslitaleikin. Já, ok. En ég held að þið fáið plott einhver medalíu. Já. Gulllega silfur. Fyrst þau úrslitaleikum. Já, fyrst úrslitaleikum. En já, Páll. Til þess að svara fyrir varandi Fangelsismálastofnun þá myndi það bara fara eftir upplifun viðkomandi. Ef hann gefur okkur upp að hann upplifir sem kona þá það kona, en það með þó einum fyrirvara það innan fangelsiskerfisins mikið af sprelligosum og mönnum hefur dott í ýmislegt í hug meðal annars að taka upp nöfn þekktra fangavarða eða jafnvel tilkynna samfanga látin í Morgunblaðinu og beðið peningin og reikning, þannig að alls konar svona vitleysisgangur í gangi stundum, það eru miklu húmorastræðinni en að því gefnu að þetta sé einlægt eða raunverulegt, þá það þannig, já, myndum við gera þannig. Og samkvæmt bara kynræði sjálfræði þá hefur transfólk rétt á öllu því samræmi við kynvitund burt sér frá aðgerðum, þannig að það bara skipt. Ég held að það veri ein spurning þarna og svo hjá Andrés og svo þarna. Já, góðan daginn, ég heiti Harpa og nota fornafni hún og ég eiginlega með spurningu varðandi það sem að ég þorinast ég verði að tala af því ég svo hættum segja vitlaust eða þannig að þessi skilgrein nota fornafni hán og mér finnst mjög mikið verið að tala konur og kalla og að það finnst mér oft svolítið flækjamál af því að við erum svo oft búin að byggja upp alla aðstöðu og allt sem við erum og þú veist íþróttir og annað fyrir konur og karla. Þannig að mér langar kannski að heyra frá ykkur hvernig bregðist við því. Já, hver vill byrja? Þú ert að tala aðstöðuna þá? Já, og bara liðin og bara hvernig liðið. Ég held að varandi liðin þá held ég að við erum bara með þessar tvær skilgreiningar, karla eða kona. En ég veit að til dæmis eins og með Reykjavík maraþon, það sem út einstaklingur, þá hafði einhver aðili, ég veit ekki hvort það fór í gegnum samtökin, samband fyrir 2 árum held ég og baðum nýjan flokk. Það yrði hægt að keppa undir aðrir og ég held að það sé það orð sem notað og það var alveg sjálfsagt. Þannig að því leytinu til það hægt, en ég held að skilaboðin sem komu, þetta er ekki í mál heldur, þetta undir Íþróttabandalagi Reykjavíkur, að þar var viðkomandi sagt að það væri ekki keppt þú getur ekki orðið Íslandsmeistari í þessum flokki, að þetta Íslandsmóti í leiðinni. En að öðru leyti, ég held að svari sé bara þarna, það eru bara þessi tveir flokkar, karla eða kona, þú skilgreinið annarkvort, en svo farið að opna það sem að það möguleiki. Má ég fylgis eftir, var með einni spurningu. En það þannig í dag að kynsegin einstaklingu getur þá bara ráðið hvort hann keppir með þá kvenna eða karlaflokki? Nei, ekki ef að, nei, það alls ekki þannig. Það þarf að fylgja, það þarf að fylgja ákveðnum reglum, þessum sem ég var að reyna að útskýra áðan, varðandi hormóna. Ef þau uppfylla þær reglur, þá tæknilegt að velja. Já. Það alveg eins og þessi Hubbard, að því hún uppfyllti reglur hormónamagn, þó hún var ekki búin að fara í, held ég, einhverju skurðaðgerðir eða eitthvað, eða allavega þurfti hún ekki að hafa farið í skurðaðgerðir, en hormónaleveli var viðmiðið. Ég veit ekki hvort það.
svara þér. Má ég bregðast þig líka? Já, þetta auðvitað, og kannski sérstaklega varðandi íþróttirnar, þá þetta, þú veist, auðvitað viðheldur þetta jaðarsetningu fólk sem eru utan tvíhyggjunnar. Þú veist, og við kannski þurfum líka bara, við þurfum að reyna að finna einhverja lausnir á þessu. Þú veist, hvernig og hvað hendar, og kannski þarf þetta að vera á einhverjum einstaklingsbasis, og þá sérstaklega þegar til krakkarnir eru ungir. En já, kynrænt sjálfræði þetta gerir ráð fyrir 3 flokkum í kynskráningu. Það eru kallar, konur og svo fólk sem stendur utan þessara 2 flokka geta skráð kyn sitt hlutlaust. Við vitum að það er ekki þannig í öllum sundlaugum til dæmis að það sé boðið upp á annan klefa til dæmis fyrir kynsegin fólk. Og ég var að ferða landið í sumar og ég held að ég hafi eiginlega hvergi séð eitthvað svona sérklefa og hvergi, og reyndar líka er eitthvað sem við þurfum að taka okkur á í bara öll saman og vera bara að hjálpa staðið að benda fólki og til dæmis veitingastöðum á að merkja klósettin sín öðruvísi og þannig að það sé minni líkur á því að fólk lendi í einhverju svona, þú veist, því sem hefur verið kallað svona gender policing í svona kynjuðum rýmum. En já, það bara eru alls konar ný vandamál einmitt af því að kerfiðin okkar eru svo ótrúlega föst fyrir, og það svo, þú veist, við erum búin að boxa allt svo ógeðslega mikið niður og oft algjöru ástæðilegs í raun. Það sem skiptir engu máli. En já. Ég sé eitthvað bregðast við þessu. Já, kannski má ég segja bara varðandi kvennaatkvæði, þá það ekki partur af kerfi og það okkar lúksus í daglega lífinu að það engin lög sem að gilda okkur og við getum gert svolítið það sem við viljum, en það líka angist okkar því að við hefur engin sem segir okkur hvernig við gera hlutina, eða við getum gert það sem við viljum, getum verið lúksusvandi líka. Kvennaatkvæðið mér tamt eða sem sagt samþykki þess segja kvennaatkvæðið atkvæði fyrir konur og þeirra börn, en það rauninni miklu eðlilegra að við hugsaum þannig að kvennaatkvæðið atkvæði fyrir þá sem ekki eru karlar. Við höfum alveg tekið það skref. Hins vegar erum við svo sem þröskuldurinn okkar lágur, og það vissulega fullorðinn karl hefur dvalið í kvennaatkvæðinu, svo að við reynum að horfa á aðstöðuna og það hvernig svona í hvaða stöðu fólk Já, við búum bara það vel að vera búin að byggja nýtt fangelsi sem er fullt af deildum, þannig að það væri hægt að aðskila þar, en vandamálið hins vegar, eða vandamálið, sérstaklega íslensk löggjöf var náttúrulega tiltölulega mjög framalega. Eftirlitslöggjöf með okkur sem evrópsku fangelsisreglan til dæmis gera bara ráð fyrir 2 kynjum. Bindingarnefnd Evrópuráðsins sem heimsækjar okkur reglulega gera ráð fyrir aðskilum kyn, þannig að það verður svolítið fróðlegt að upplifa næsta heimsókn frá þeim, hvernig hvað eiginlega þau eiginlega segja, hvað ráð og fyrirmæli við fáum, en við getum þetta, já. Já, ég veit kannski í Bretlandi hefur verið þetta komið upp, og þá hefur ofta bara eftir aðstæðum, bara einstaklings, hvað hendar þeim betur, hvernig hægt að finna lausnir, það alltaf fundnar lausnir, það alltaf manna, það verður ekkert alltaf bara eitthvað stopp, og það alltaf reynt að finna einhverja lausnir sem hendar fólki heldur. Hringi uglu. Já, það alltaf til í þetta. Það var spurning hjá Andresi næst held ég. Það ein þarna og ein þarna og ein þarna. Já, ég heiti Andrés Ingi og nota hann. Ég var í þingnefndinni sem afgreiddi lög kynrænt sjálfræði árið, og eins og ég segi, þá alveg eðlilegt að spyrja spurninga varðandi kvennaatkvörf og fangelsi og allt svoleiðis. Svo fengum við svörin og þá átti þetta bara að vera dautt, sko. Þá hefðum við bara átt að geta haldið áfram og hætt að ræða það. En það sem við upplifðum hins vegar inn á þingi var að það var það bara alls ekki hjá fullt af fólki. Kvennaatkvörfið og fangelsin höfðu engar áhyggjur, en fullt af fólki hafði áhyggjur af kvennaatkvörfunum og fangelsunum og hélt þeirri umræðu áfram inn á þingi og út í samfélagi og ennþá að því. Við erum búin að vera pínu jákvæði í pallborðinu, en að því að yfirskriftin byrgjum brunnin, og brunnurinn sem við viljum ekki detta og nýjar væntanlega slórið í Bretlandi til dæmis. Við viljum ekki verða þannig. Og þó að grófasta fólkið eigi væntanlega ekki eftir að fá mikið brautagengi í kosningum, við vonandi erum ennþá á þeim stað,
þá þessi umræða svo mallandi og mikil og hún hefur áhrif. Það eru eyru sem taka við henni þó að þau kannski sé ekki mikið upp á yfirborðinu. Þannig að, og einmitt eins og Sigþrúður benti á, það grauta saman öllum fordómum. Skeggjaði afganski kallinn sem að smykla sér inn í kvennaathvarf. Þetta gríla sem er bara mjög raunveruleg hjá, það sami hópur sem að berjast gegn réttindum hinsegin, trans, kvenna, innflytjenda, hælisleitenda. Þetta með sama lögheimili, allir þessi fordómar. Ugla, hvernig byrgjum við brunnin? Já, ég með svarið. Við þurfum ekki að vera hrædd við þig. Ég það ekki, ég hef aldrei verið hrædd við Uglu. En ég veit að ég vil ekki fá Uglu á móti mér. Það er annað. Já, það góð spurning. Ég vildi að ég hefði 100% svör hvernig við gerum það, en ég held að þetta sé bara áframhaldandi samtal og áframhaldandi að halda þessu lofti og segja, nákvæmlega þetta, eiga þessar umræður eitthvað sem að upprætir þetta strax og segja það á sem flestum sviðum, á vinnustanum ykkar, hvar sem það það, því að við erum oft svolítið í sömu hópunum að ræða þessi mál og það kannski næri ekkert lengra, en við þurfum að vera dugleg við að ræða þessi mál lengra út, þannig að sem fleiri og sem flest heyri þessu umræðin, að því eins og þess að segja, fólk heyrir þetta eitthvað í samfélaginu, einhver að segja eitthvað og þau kannski heyri aldrei réttu upplýsingar, þannig að fá ekki betri upplýsingar og þá skapast þetta og mikið á kommentakerfum og alls konar fólk sem alltaf að kommenta eitthvað rugl sem að, ásynja eitthvað stóður raunveruleikann. Þannig að við þurfum bara að halda áfram og vekja athygli á því hversu neikvæð áhrif svona umræða hefur á raunverulegt fólk. Það ekki bara eitthvað kommenta á netinu. Þó ég hafi ekki verið spurning svari við þessari spurningu. Ég kannski liggur líka ábyrgðin svolítið hjá okkur sem erum viðföng þessara áhyggna fólk sem að vera opnari og háværari með það að þetta ekki okkar áhyggjur. Og ég til dæmis, ég var ekki búin að hafa eitthvað sérstaklega mikla áhyggjur af fangelsónum en absolutt engan, en það var gott að heyra sem sagt að það, enginn hefur það heldur þar. Þannig að það ábyrgðin kannski líka hjá okkur hinum sem að vera sýnilegri í stuðningu. Já. Það nefnilega málið. Við þurfum að vera sýnileg og við þurfum að láta ykkur heyra og af því að nákvæmlega eins og þú segir, þá fólk alltaf að lesa og taka inn og mörkin færast hægt og rólega og við verðum að koma jákvæðum upplýsingum á framfæri, réttum upplýsingum á framfæri líka, án þess þó við þurfum ekkert endilega að fara í einhver rifrildi við fólk á netinu, en það þarf samt einhvern veginn að koma, við þurfum einhvern veginn að koma upplýsingum framfæri líka þar sem þetta fólk af því oft gott fólk með mjög ljóta fordóma, og það þarf oft ekki nema bara einhvern veginn að þá takast að virkja einhvern veginn mennskuna í fólki, til þess að þau átti sig, og það það sem við verðum að gera. Þannig að jólahlaðbörun næst, bara öll að tala um þetta. En ok, já, spurning hérna. Já, halló, ég heiti Brynhildur og framkvæmdastýra Kvenréttindafélags Íslands. Takk bara kærlega fyrir algjörlega frábærar umræður, afar jákvæðar, eins og myndist á Andrés, og það í rauninu svo afskaplega gleðilegt vegna þess að ég man, þetta var bara fyrir 10 árum þegar fólk mótmælti fyrir framan húsnæði stjórnlagaráðs, þegar voru að vinna nýri stjórnarskrá og voru að mótmæla því að kynvitund var ekki hluti af nýju stjórnarskránni. Og ég man að ég sem almenur, ég var það ekki að byrja að vinna hjá Kvenréttindafélaginu, ég fylgdist með mótmælum, ég skildi ekki hvað var að mótmæla, vegna þess að ég skildi það ekki. Og við erum komið svo afskaplega langt bara á einum áratugi og það svo afskaplega gleðilegt að sjá við sjáum hérna fulltrúa félagasamtök og stofnana sem eru að vinna í þessu rýmum og að þeir taka gleðilega við þessum hugmyndum, þessum útvíkun okkar og skilgreiningu á kynfrelsi. En ég síðan vil taka undir áhyggjur Andrésar, because ég hef ákveðnar áhyggjur af framtíðinni. Því að við Ísland erum eyja en við erum ekki eyland. Við erum hluti af samfélagi þjóðanna. Og við í Kvenréttindafélagi Íslands gengum fyrir 2 árum, árið 2019, inn í stærstu samtök kvennahreyfinga í Evrópu, European Women's Lobby, hagsmunasamtök evrópskra kvenna. Þetta eru samtök þar sem þetta eru svona regnhlífa samtök 2000 femínískra félagasamtaka í öllum Evrópuríkjum, sem sagt öllum löndum Evrópu,
og erum með 20 manna skrifstofu í Brussel sem hafa það eina hlutverk að fylgja eftir því að Evrópusambandi setji í löggjöf sem stuðli að kvenfrelsi og kynjafrelsi. Og það varð okkur svo sárt og svo sorglegt þegar við vorum búin að vera þannig inni í nokkra mánuði og við uppgötum það að það var þung undiralda inn í þessum stærstu feminísku samtökum Evrópu af transhatri og ég get ekki sagt þetta, ég verð að segja transhatri, þetta er ekki fordómar, í mörgum löndum var þetta komið innan kvennahreyfingarinnar að kvennahreyfingin var aktíft að berjast gegn sem sagt réttindum transfólks. Svo núna eru við á Íslandi í þá harðri baráttu í rauninni vegna þess að við gerum okkur grein fyrir að við erum ekki land, að við erum núna í harðri baráttu til að reyna að koma í veg fyrir að þessi öll taki yfir þessu stóru femínísku hreyfingu í Evrópu vegna þess að ef það gerist, það mun hafa ómælda skaða á réttindi okkar allra, ekki bara transfólks heldur líka kvenna vegna þess að þau eru í rauninni að eyðileggja kvenréttindabaráttuna með þessum fordómum. En þetta, og þetta var ekki, síðan þú veist það kannski líka það sárasta að þegar við sjáum þess að slítum á sögu samtökana að þetta var ekki óhjákvæmilegt, að ályktanir og greinar og bara skoðanir þessara samtaka og aðildarfélaga þeirra út allan Evrópu árið 2010, þau voru þau með réttindum transfólks. Það er að segja þetta eru rauninni ólýðræðisleg öfl sem eru núna að síkja líka og við verðum að viðurkenna það að baráttusamtök fyrir mannréttindum út alla Evrópu, út allan heim. Við búum í þess að við erum það ólýðræðisleg bylgja hér. Já, nú ætlum ég að vera ég var svolítið dánar hjá mér. Við ætlum að vinna, svo engar áhyggjur, við ætlum bara að vinna, við merjum þetta í gegn, við björgum Evrópu frá þeim sjálfum, Ísland sem fyrirmynd og ég tek undir með Sigþrúði, mér finnst afskaplega góð hugmyndi mitt að þetta er líka það sem við heyrum í þessari umræðu hjá þessum kvennasamtökum út í Evrópu þau hafa áhyggjur af fangilsunum, þau hafa áhyggjur af íþróttunum, þau hafa áhyggjur af kvennaaðhverfunum og það einmitt, ég tek undir það, ég held að það sé afskaplega frábær hugmynd sérstaklega á Íslandi þar sem þetta hefur gert svo vel og fallega að þessi aðilar ættu að setja á netið og vera mjög virk í því að tala hvað gekk vel, að vera upplýsandi, hvað gekk vel, hvernig leystu úr málunum til þess að vera og Ísland getur verið áfram verið fyrirmynd og við getum farið að vísa til Ísland sem í rauninu horfið okkur og gera þessu og við gerum. Og síðan kannski fyrst kannski ef ykkur spurningu, að þá kannski ég með spurningu til þá ykkar allra, þá kannski þá sérstaklega Ragnhildar, Sigþór og Páls og ég að velta fyrir mig í ykkar, þið eru núna bara félagsamtök bæði og opinber stofnun, en eigið öll væntanlega í alþjóðlegu samstarfi og eru þá einmitt og sérstaklega Ragnhildur að tala alþjóðlega samvinnu Hvernig hefur þetta verið í seinustu 5 árin þegar þið eru að vinna með ykkar helstu samstarfsaðilum og kollegum í Evrópu eða á Norðurlöndunum? Ísland svipuð jákvæðni og gleði þar í löndum eða Ísland svona dálítið uník? Já, minna að það verðum alveg að fara að nota tíma, við möttum 2 spurningar þannig að endilega hafa það eins skoranáttur við getið þó ég vilja ekki draga úr þessum að segja. Ef ég á að byrja varandi Evrópu, ég get rosalega lítið svara fyrir Evrópu því að mínir helstu tengiliðir eru á Norðurlöndunum og þar held ég að viðhorfið allavega innan þessa litla hóps sem ég hluti af, þar bara viðhorfið finnst mér bara mjög svipað í sem það hér og eins og ég sagði að náðan það voru eiginlega allir á sama stað og ég þegar við vorum að byrja á þessum bæklingi sem við varum með hérna á. Ég get bara satt það sama, það er eins og það vettvangurinn er Norðurlandin einmitt, byrjum okkur saman sko. Það er bara þegar spurðir, góð spurning Brynhildur vegna þess að ég sem þetta hefur ekki alveg verið issue þegar ég hef verið að tala við svona kollega og samstarfsaðila en þó nógu mikið til þess að geta sagt að það er í heiminn og haf milli þess hvort ég er að tala við kollega eða samstarfsaðila á Norðurlöndum eða til dæmis í Rússlandi. Ein spurning þarna og svo. Já, góðan daginn, ég heiti Bjargey og ég er hún. Brynhildur svaraði mörgum af mínu spurningum
En ég er mjög umhugað einmitt þessi tengsl feminisma og kvennarhreyfinganna við transsamfélagið og ég fylgst svolítið með umræðun í Bretlandi þar sem þessi radikölu törfs og þar hef ég einmitt séð sko feministkar fræðikonur verið mjög anti-trans og það sem mér langar svona að varpa til sérstaklega þín örugglega Ugla og Þorbjargar hafið þið upplifað eitthvað álíka hér á Íslandi er við svona kvennarhreyfingarnar og svona þessi feminiska umræða nægilega inclusive og þú veist erum við að gera nóg? Mjög góð spurning. Það eru sko innan kvennarhreyfingarnar sem betur fer eru mjög margar flottar fræðikonur sem eru ekki að tileinka sér þann ára en auðvitað eru einhverjar konur sem eru að gera það en sem betur fer hafa eru þær ekki í miklum áhrifastöðum kannski innan kvennarhreyfingarnar og hafa einhvern veginn ekki náð mikil fótfestu en eins og ég og Brynhildur höfum oft talað þá eru alveg þú veist konur og fleiri á íslensku hreyfingunni líka sem hafa verið að tileinka sér einhvern svona áræður en sem betur fer held ég að við höfum svona aðeins verið að reyna að undirbúa okkur undir það og hvernig við getum barist gegn því þannig að við erum svona svolítið að reyna að vinna gegn því þannig að það sem betur fer við ekki upplifað mikið en eitthvað en við erum svolítið að reyna að mynda eins og Brynhildur var að segja að Ísland kannski geti sýnt fram á hvað við virka vel og við getum sett einhvers konar upplýsingar einhvers staðar á netið til þess að sýna fram á það. Þorbjörg? Já, ég bara tek myndi með þér og það er kannski helst sem að, þú veist, það sem að mér fundist að konur virðast hafa kannski áhyggjur af því að með svona meira inngildandi orðræðu að þá þurrkist konur út á þeirra sérkenni og eitthvað svoleiðis. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum kannski að bara tala um og hvernig við getum talað þannig að öllum líði eins og þeir séu merkilegir sem við erum öll. Flest, jók. Flest. Síðasta spurningin. Ég heiti Eliborg og fornöfn fara bara eftir aðstæðum en ég get notað öll fornöfn. Sorry, það er svo margt sem ég vildi koma inn á. Takk fyrir að skipuleggja þetta í fyrsta lagi. Og svo vildi ég líka segja að ég er mjög ósammála því að fangelsi sé almenningsþjónusta og mér finnst líka smá óþægilegt, bæði óþægilegt og skrítið að einstaklingur sem og þetta er ekki persónulega árás á þig, heldur á stofnunina sem þú stendur fyrir, mjög persónulega árás á stofnunina. Að svona stór ríkisstofnun sem er eina af svona mest kúgandi ríkisstofnum kannski sem eru til, fái plattform hérna í þessu, mér finnst það smá leiðilegt og ég skil ekki alveg af hverju, þannig kannski er ein spurning svona, getið þið útskýrt svona hver var punkturinn með því og hverju var vonast til að ná fram með því en á svona jákvæðri nótum þá vildi ég langa mig svolítið að spyrja hvort að það sé, að því nú veit ég ekki alveg, það eru svolítið mörg svona íþróttasambönd, ég er mikið í íþróttum og ég veit ekki alveg hver sinnir hvaða hlutverki eins og mér þetta geggjað að veri tekið saman eitthvað svona mismunandi íþróttafélög og hópar hvött til að einmitt gefa út sýnilega svona þetta gerum við bjóðum transfólk velkomið og það er kannski ekkert að gefa leiðbeiningar eða eitthvað til mismunandi félaga til að gera það og styðja þau í að sýna transfólki og transunglingum og transbörnum og þau séu velkomin í þessa íþróttaiðkun og í félagið. Persónulega fann ég allavega mjög mikinn mun til dæmis þegar einstaklingur í íþróttastöða sem ég er að æfa tók mjög vel á móti mér af fyrrabragði, skilurðu. Þannig að mér þætti það áhugavert að sjá hvort að það sé eitthvað í bígerð eða eitthvað sem þið geti ímyndað ykkur að gera eða hvort það tilheyrir undir ykkar verksvið eða eitthvað allt annað. Og já, eins og sem bara frábært að heyra náttúrulega með kvennaathvarfið en mér finnst líka að maður þurfa að passa sig á þessari orðræðu sem heyrði bæði hjá Páli og Sigþrúði og smá íþróttafélaginu kannski ekki alveg mikið að þetta sé ekkert mál og að það gangi bara allt svo vel og þetta hafi aldrei verið vandamál af því ég held að það sé ekki alveg satt og ég held líka að sé munur að segja það bara, ef fólk kemur bara og spyr, þá er þetta ekkert mál, skilji. En það er kannski svolítið líka stórt skref að koma alltaf og þurfa að spurja og alltaf þurfa að vera með svo óvissu að veit ekki hvernig þeir eru tekið. Þess vegna, já, mjög góð punktur. Og svo vil ég bara loka öllum fangelsum. Já, já, þetta er mjög góða pælingar og ég held að, þú veist, þetta sé líka bara það á Íslandi erum við oft pínu svona
kannski ekki barnalega, kannski ekki rétt á orðið, en við einhvern veginn svona erum ofta á Íslandi, bara já, þetta er ekkert mál, allt geggjað hérna, eitthvað svona, þannig að við þurfum að passa okkur svolítið líka á því að vera ekki að detta bara í þann gíra, allt sé frábært og aðeinslegt og þess vegna erum við líka með að reyna að vekja athygli á því sem má betur fara og ræða það bara opið líka, ég held að það sé mjög mikilvægt og kannski ástæðan fyrir að við erum að reyna að ná þessum samtölum með þessum stofnunum er að það alltaf vera að tala fyrir þær af einhverjum svona anti-árari og þú veist og þá er ástæðan bara að fá þau til að segja að það sé ekki vandamál og það er einhvern veginn kannski ástæðan fyrir við erum að fá alls konar stofnanir og fleira til að ræða þetta bara til að taka vopni kannski frá þessu fólki sem þykist tala fyrir þessu stofnanir sem talar ekki fyrir þær burtséð frá hvað okkur finnst hugmyndafræðilega viðkomandi stofnanir eða slíkt en það er allavega svona pælingin hjá okkur en ég held við séum alveg komin að lokum núna í dag því miður það var óslega gaman að geta spjalla lengur við ykkur en takk kærlega fyrir að koma í pallborðið og takk all fyrir að koma og spyrja spurninga og horfa í streyminu og já, bara njótið hins enda sem eftir að ræða. Gleðilega hátíð.